Komið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og hvernig hún samofin 80 ára sögu lýðveldisins. Ég heiti Guðný Halldórsdóttir og gestur minn á þessu sinni Einar K. Guðfinnsson, fyrrum forseti Alþingis, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vertu velkomin Einar og takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir það að fá að vera með ykkur. Ef við byrjum á byrjuninni, hvernig lá leið þín í stjórnmál? Já, ég held að segja, óhætt að segja það að ég hafi verið eiginlega óða pólitískur svona frá úlingsárunum og ég fylgdist mjög vel með. Línuna fékk ég í gegnum Morgunblaðið þegar kom ég í gegnum bréfalúgun í Bolungarvík og ég beið eftir að geta lesið Moggann. Það má kannski segja að svona þegar ég kom síðan í Menntaskólann á Ísafirði 1971 þá svona opnuðu skaldið flóðgáttir, þá læriði maður nýja hluti, pólitík, sögu, hagfræði og átti þess kost að taka þátt í félagsstarfi sem var kannski ekki endilega mjög pólitískt í menntaskólanum. Við vorum að velta fyrir okkur svona praktískun hlutum, hvernig á að búa á Vestfjörðum, hvað getum við gert sem erum ungir nemendur til þess að efla mannlífið og gróskuna á Ísafirði og Vestfjörðum. En þetta allt saman leiddi til þess að ég hafði þennan gífurlega áhuga á þjóðmálum. Ég var mjög virkur í félagsstarfi og ég fór á fundi menntaskólanema og kynntist þar og sá þar svona glitta í fyrstu svona alvöru marxistana sem maður tók þá einhverja umræðu við og þá svona fann ég mig knúinn til þess að reyna að skilja þessa hluti betur, lesa mig til hluti sem maður þekkti ekki. Og þetta voru að mörgan hátt að mínum mati merkilegi tímar þarna svona í upphafi 8. og fyrirhluta 8. áratugarins. Þá var að verða til þessi deigla, þessi pólitíska deigla sem og út úr henni kom svona endurvakning frjálslyndra hugmynda. Við sem höfðum skipað okkur eða þeir sem voru hægra megin við miðju voru kannski ekki endilega mjög mikið að hugsa í svona pólitískri hugmyndafræði. Það var miklu frekar hitt að svona leysa málið, reka vel landið og þjóðarbúið, en svona hinnar pólitísku umræður af þínum hugmyndafræðilega toga höfðu kannski ekki verið eins áberandi næstu árun undan. En þetta var allt saman að breytast og þarna fékk ég á þessum árum svona mitt fyrsta innsýn. Ég var síðan svo heppinn og reyndar hafði að því stemt að ég fór til útlanda, til Bretlands, til náms og þá allt í einu þá uppgötaði ég nýja hluti sem að mér höfðu verið eiginlega alveg ókunnugir og þá var það að verða til þessi svona verða kannski opinberari þessi hugmyndafræðilega vakning sem að kenndi hefur verið við frjálshyggju. Ég var í háskóla í Bretlandi þegar að Margaret Thatcher var forsætisráðherra, leiðtogi Íhaldsflokksins fyrst og forsætisráðherra og ég leit mikið upp til hennar. Hún var svona ákveðið leiðarljós fyrir okkur sem vorum hægra megin við miðju og svona á þessum árum kannski miklu róttækari heldur maður seinna varð. En allavega þarna skynjaði mér auðvitað ákveðin þáttaskil í umræðinni sem að skilaði sér líka til Íslands og ég hafði reyndar auðvitað fengið nasa þeim af í stjórn Sambandsungra sjálfstæðismanna frá 75 til 77 undir stjórn Friðriks Sophussonar og þá var til þetta fræga báknið burt sem að fól í sér kröfu eða hvað segja stefnumörkun sem fól meðalans í sér það að selja ríkisfyrirtæki og ég var svona daginn einhvern tímann að skoða þetta aftur í tímann, hvernig umræðan var á þessum árum. Og ég fullyrði það að ég held að flestum kæmi það óvart. Það var ofboðsleg harka vegna þess að við lögðum til að ríkið ætti ekki að eiga prentsmiðju, ríkisprentsmiðju eða tunnuversmiðju til að búa til síldartunnur eða ræki síldarversmiðjur og eitt og annað slíkt eða ferðaskrifstofu. Okkur finnst þetta allt saman dálítið sérkennilegt núna á þessum tíma en þá var virkilega tekist á þetta. Þannig að þetta var kannski hin hugmyndafræðilega barátta og ég held að þessi hugmyndafræðilega barátta sem við sáum á þessum tíma skilaði sér síðan inn í þjóðlífið og sumt af því, ekki alltaf þetta, sumt af því sem við vorum að segja svona viðtekin skoðun í dag og alveg eins og svona mikið ríkisafskipti voru hinn viðtekna skoðun á hluta 20. aldarinnar
þá var þetta sem við vorum að boða og þótti mjög róttækt á þessum árum orðin viðtekin skoðun á margan hátt. Það kæmi aldrei til greina væntanlega nema frá einhverju jaðarhópi að leggja til að nú myndum við opna nýja ríkisprentsmiðju eða opna ferðaskrifstofu á vegum ríkisins. Þetta er liðin tími. Trúði fólk því þá bara að ríki væri best til þess fallið að reka þetta? Ég held að það sem er viðtekið, þá þarf við að breyta því og við höfum kannski öll í okkur dálítið íhaldssöma því leytinu að við þurfum þá sérstök rök fyrir tilteknum breytingum. Og við kannski fórum við dálítið hratt og bratt í þetta yngra fólkið, en það þurfti líka til þess að ýta við og vekja menn upp af dálítið værum blundi. Þannig að ég held að þetta og þetta fannst mér minnst á þessum tíma mjög merkilegur og skemmtilegur tími. Og ég fer síðan á þing 1991 og það voru þetta mjög merkilega kosningar á margan hátt, meðal annars vegna þess að það urðu mjög mikla breytingar á þingmannahópnum og ekki bara sjálfstæðisflokknum heldur bara almennt, það urðu mikla breytingar á það 1991. Og Davíð Oddsson var okkar öflugi formaður sem hafði ákveðna sýn sem hann knúði áfram að sínum alkunna dugnaði og stefnufestu, og við náðum saman með Alþýðuflokknum á þessum tíma í henni frægu Viðeyjarstjórn sem að mínu mati hafði gríðarlega mikil og jákvæð áhrif. Þetta voru hins vegar mjög erfiði tímar og margir eru kannski búin að gleyma þessu, en upphafsárin þegar Viðeyjarstjórnin var við lýði voru mjög erfið. Það var stöðugur samdráttur og það þurfti mjög mikið til þess að snúa þessu við. Ég var ungur þingmaður tiltölulega á þessum tíma. Ég var svo heppinn að fara inn í fjárlaganefnd. Ég ætlaði mér ýmsa hluti til þess að greiða fyrir hlutum í mínu kjördæmi og standa við eitt og annað sem við höfðum hugsað okkur að gera, sjálfstæðismenn. En svigrúmið til slíkara hluta, hvort sem það voru til skattalækkana eða útgjalda á einhverjum ákveðnum afmörkuðum sviðum, einhverjum ákveðnum verkefnum sem við töldum að geti verið til hagsbóta, allt þetta var mjög erfitt og ég mátti vera að rifjað upp þegar við sátum í fjárlaganefnd, Pálmi heitinn Jónsson, Sturla Böðvarsson og ég meðal annarra og fulltrúar fjármálaráðuneytisins komu eftir fyrstu umræðu fjárlaga og aðra umræðu fjárlaga og stöðugt með tillögur frekari samdrátt á öllum mögulegum sviðum og gjaldahækkanir og svo framvegis vegna þess að þjóðarbúið var í þessum vanda. En við sigruðumst á þessu og ég held að eitt af því sem að gera það verkum var það að þessi breyting hafði orðið á bara hugmyndafræðilegri nálgun sem að var að skila þjóðinni mikið fram á veginn. Og síðan verði auðvitað að nefna að þarna á þessum tíma þá var til EES-samningurinn sem að við undirgengumst, sem að mínu mati varð mikið happaspor. Þar náðum við því að fá aðgang með okkar vörur að mestu leyti inn á þennan stóra velborgandi markað í Evrópu án þess að verða aðilar að Evrópusambandinu. Og ég held að þegar við berum saman stöðuna sem er í ESB-ríkjónum, þar sem að eins vandi er allra vandi, þá og við það sem að við höfum, þar sem að höfum verið að njóta fyrst og fremst markaðsaðgangsins og þetta orðið að taka upp ákveðnar gerðir og gæta þess að það sé í samræmi við íslenska stjórnskipun og stjórnarskrá og okkar eðlilegu réttindi. Þegar við berum þetta saman þá sjáum við að þarna stigum við happaskref sem að kannski var þess valdandi að þjóðin skynjaði það að það var ekkit sem að knúði á það að við færum inn í Evrópusambandið þó að til þess hafi verið gerðar margar tilraunir sem betur fyrr var alltaf hrint á bak aftur. Árið 95 þá ertu aftur kjörin á þing. Já. Þá tekurðu, ertu ekki formennsku þá í samgöngunefnd? Jú, 95 þá verði ég í fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins í Vestfjarða kjördæmi og þar með fyrsti þingmaður kjördæmisins sem var auðvitað mjög mikið ábyrgðastarf. Og eitt af því sem ég axlaði þá var það að vera formaður samgöngunefndar Alþingis
sem að mér fannst vera mjög spennandi. Ég hafði svona eins og flestir ímyndað mér að það væri nefnd sem að fjallaði fyrst og fremst vegi, flugvill og hafnir, sem að var ótæmandi verkefni fyrir í mínu kjördæmi. En annað kom á daginn, auðvitað var þetta gríðarlega og þessi málaflokkur gríðarlega öflugur eins og ég var að lýsa, nefna. En það sem hins vegar gerðist var það að þarna urðu ákveðið þáttarskil á Íslandi vegna þess að tæknin var að breytast. Það voru að verða til allt aðra aðstæður. Við höfum verið með eitthvað sem við kölluðum póst- og símamálastofnun. Það var ríkisstofnun sem sá rekstur allra pósthúsa, símstöðva sem voru í hverju einasta byggðarlagi og sá allt sem sneri að því að tala í síman, senda póst og svo framvegis. Þarna var allt í einu hins vegar að verða að breytast veruleikinn. Tæknin var bara komin og var bara einhvern veginn að ryðja burtu þessu fyrirkomulagi sem að allir höfðu búist við og enginn hafði búist við kannski að myndi breytast. Menn töldu að fátt að eitt af því sem að væri óumbreytanlegt væri pósthús á hverjum stað, sem að hefur náttúrulega komið á daginn eða ekki lengur. Þetta gerði það verkum að við þurftum að gera alveg grundvallar breytingar og þetta held ég að menn hafi kannski ekki alveg átt að sjá, en þarna var verið að opna hina lögformlegu leið, lagalegt umhverfi fyrir þeim breytingum sem að voru nauðsynlegar á fjarskiptasviðinu til þess að gera allt þetta sem mögulegt sem að við þekkjum í dag, farsímanna, fjarskiptin og tölvupóstsamskiptin og þetta allt saman sem við bara þekkjum og teljum alveg eðlilegastu hlutur. Síðan hélt þetta áfram og var auðvitað þróað af öðrum samgönguráðherrum. Fyrst var það Halldór Blöndal, síðan var það Sturla Böðvarsson og svo framvegis sem að lögðu og settu mjög mark sitt á þetta allt saman. Þarna voru að mínu mati stigin mjög merkileg framfara spor. Síðan var ég bara auðvitað, axlaði ég alls konar verkefni sem að ég var þingflokksformaður sem að var verkefni sem ég hafði alveg óskaplega gaman af. Það gaf mér kost á því að taka þátt í svona harðri pólitískri umræðu í þingsal sem að ég hafði alltaf mjög gaman af og glíma við ýmsa pólitíska andstæðinga sem voru nú kannski góður vinir mínir. Össur Skarphéðinsson orðaði þannig að ég væri snillingur í því að verja vondan málstað. Mér fannst það mikið hól og stærði mig svolítið af þessu. En þetta verkefni að vera þingflokksformaður fannst mér afskaplega ánægjulegt og þetta bara vegna þess að þingið þessi grundvallar stofnun íslensk lýðræðis og sjálfstæðis. Varstu þá að takast á við aðra þingflokksformenn? Já, það var náttúrulega hluta til sko, því að það hlutverk þingflokksformann svona koma mjög að skipulagi þingstarfana. Það nú bara, það þróast nú þannig þó að þingforsetinn hafi þetta loka vald í þessum efnum. Þá það þannig að þingflokksformann koma mjög að þessu, þeir eru að svona horfa á þetta kannski með spennandi augum. Skiptir miklu máli hvort þú ert í stjórn eða stjórnarandstöðu þegar það að kemur. Þannig að þetta var að mínum mati mjög skemmtilegur tími. Hverju voru þingflokksformenn hinna flokkana? Það voru nú ýmsir þarna sem að hafa náttúrulega látið til sín taka, Ögmundur Jónasson og Össur Skarphéðinsson og Bryndís Hlöðversdóttir og svo framvegis. Ég geti nú áfram talið Margrét Frímannsdóttir og ýmsir aðrir sem að maður átti í svona bæði samstarfi við og oftar og þegar maður horfið tilbaka þá horfið maður nú meira kannski á þá hluti. Svo verður sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra? Já, það gerist á haustið að síðari hluta árs 2005 að ég verði sjávarútvegsráðherra fyrst til að byrja með og síðan eftir kosningarnar 2007 þá fórum við í ríkisstjórn með Samfylkingunni, áður höfðum við verið í samstarfi við Framsóknarflokkinn og 2007 verður til þessi samstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarnar og þá voru þessi ráðuneyti sameinuð, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið. En leið gerði ákveðin uppstokkun og tiltekin verkefni sem áður höfðu heyrt undir þessi ráðuneyti fluttin til að mynda til menntamálaráðuneytisins svo sem eins og búnaðarskólarnir. Þetta voru auðvitað, mér fannst þetta að vera forréttindi, ég kem úr sjávarútveginum og þetta hafði verið kannski eitt af þeim, sá málaflokkur sem ég hafði haft hvað mest afskipta af á mínum þingferli líka.
Þannig að þarna var auðvitað komið að verkefni sem ég hafði auðvitað brennandi áhuga á og reyndi að helga mig á eins miklu krafti og ég mögulega gat. En það er ekki endalaus þægindi, það var auðvitað eitt og annað sem blasti við okkur og það erfiðasta sem ég stóð frammi fyrir á mínum ferli á þessum tíma var tillaga frá Hafrannsóknastofnun gífurlega niðurskurð aflaheimilda í þorski. Þetta reyndist mér mjög erfitt mál og annars vegar vorum við að vegast á með rök eins og þau að okkur bæri að nýta stofnana með sjálfbærum hætti og til lengri tíma væri betra að taka á sig skellinn ef að það yrði til þess að þorskstofninn gæti braggast þegar fram í sækti. Og hins vegar var auðvitað ljóst mál að niðurskurður á þeirri stærðargráðu sem Hafrannsóknastofnun lagði til myndi hafa mjög neikvæðar áhrif á sjávarbyggðirnar, ekki síst í mínu kjördæmi sem reiddið sér svona mikið á þorski. Ég neita því ekki, þetta var mín svona þungbærasta ákvörðun sem ég hafði þurft staðið frammi fyrir að taka þar sem ég má segja að axla þessa ábyrgð einn og sér. Ríkisstjórnin var auðvitað höfð með í ráðum þó að ég tæki hinn formlega ákvörðun sjálfur og ég gerði það auðvitað í trausti þess og fullvissum þess og vitneskjum það eftir ríkisstjórnarfundi að ríkisstjórnin stæði heils hugar að bak við mig það að fara þá leið að fara í þennan bratta niðurskurð í trausti þess að innan 2 ára eins og menn höfðu talað færum við að sjá til lands og aftur að fara að auka aflaheimildirnar. Hvernig fór það svo? Það fór auðvitað þannig að á það reyndi ekki eiginlega gagnvart mér vegna þess að haustið 2008 var þetta efnahagshrun sem leiddi til þess að ríkisstjórnin auðvitað fór frá þarna í ársbyrjun 2009 og þá var ekki farið að reyna á þessa ákvörðun mína með jákvæðum hætti og við tímabundi meira sér tókum það ákvörðun að draga tilbaka niðurskurðina einhverju leyti vegna aðstæðnanna í efnahagsmálum og við værum bara einfaldlega ekki stakkbúin til þess að takast á við svona mikið samdrátt í þjóðarframleiðslunni og tekjunum. Þannig að það má kannski segja við höfum búið okkur til það hafa orðið til smá skjóla þessu leitinu en svo bara vel ég vekja athygli á því að eftir mínir hafa almennt svona fylgt þessa ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar svona í meginatriðum og hagsmunasamtökin svona langflest hafa stutt þá leið þannig að við getum sagt sem svo í dag er svona kannski meiri sátt þetta svona á hennum opinbera vettvangi þegar mér sé alveg kunnugt það að mjög margir, ekki síst í hópi sjómanna og margra annara telja hafa sína efasemdir fiskveiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. En fram að þessu hafði þá ekkert endilega verið Jú, það var auðvitað svona í meginatriðum var fylgt þessu og það hefði verið búin til sérstök aflaregla þar sem að í þorskinu var ekki veitt nema 20% af viðmiðun á stofni og þannig að það hafði í sjálfu sér menn hafði svona fylgt því svona í stórum dráttum en þessi niðurskurður var bara þeirri stærðargráðu að það kannski raskaði öllum svona viðmiðum. En síðan hitt stóra máli sem að kannski vakti hvað mesta athygli á þeim tíma sem ég var ráðherra og það var það að ég hafði náttúrulega á mínum þingmannsferli verið mikill baráttumaður fyrir því að hefja hvalveiðar og taldi einfaldlega að það ætti bara að nýta hvalastofnana með sama hætti og aðra nytjastofna sjávar bara með ábyrgum hætti veiða ekkit meira heldur en svo að stofnarnir gætu endurnýjað sig og það ætti ekkit að gilda neinn önnur lögmál það heldur en þessi. Og þetta hafði verið tekist mjög harkalega á og menn höfðu haldið því fram að ef að hvalveiðar hæfust þá myndi verða hrun í ferðaþjónustu, þá myndi fiskur hægt að seljast í Bandaríkjunum sérstaklega og það yrði bara hér eins og bara einhver fimbulvetur í efnahagslegu tilliti ef að hvalveiðar hæfust. Ég gat aldrei skilið þetta og taldi þetta alveg fáránlegt. Forveri minn í starfi sem sjávarútvegsráðherra Árni M. Mathiesen hafði heimilað hrefnuveiðar. Ég hafði svona ætlað mér að geta hafið veiðar á langreiði en þarna þurfti ég auðvitað að hafa ríkisstjórn á bak við mig og hugsun mín var svo að hefja þetta eða
taka ákvörðun þetta haustið 2008 en aðstæðurnar voru bara með þeim hætti að það var ekki tóm til þess og ekki bara vegna bankahrunsi heldur aðrar aðstæður líka. Þannig að niðurstaða mín var svo að ég ætlaði ekki að hverfa úr stóli sjávarútvegsráðherra öðruvísin að koma þessum hvalveiðum á stað af því að mér fannst þeirra öll rök sem myndu hníga með því. Þannig ég bara lét vaða þarna rétt áður en ég fór úr starfi. Þetta var mjög umdeilt á þessum tíma. Margir töldu að ég hefði farið langt út fyrir mitt verksvið en það var auðvitað ekki þannig. Ég hafði full vald og hafði fulla rétt til þess að taka þessa ákvörðun. Ég var lögmætur sjávarútvegsráðherra og hafði bara fulla rétt til þess að gera þetta. Hver var rökstuðningur fólksins sem taldi það að hafa farið út fyrir þitt verksvið? Ég bara vegna þess að það væri svo stutt í það að ég væri að missa tökin á því að vera sjávarútvegsráðherra og eftirmaður minn í starfi Steingrímur J. Sigfússon sem kom úr flokki sem var auðvitað mjög gagnrýninn á hvalveiðar. Ég ekki viss að Steingrímur hafi innst inni verið það sjálfur en hann lét sem bara kanna það hvort að það væri hægt að snúa við og hætta við þessa ákvörðun mína því ég hafði gefið leyfi til einhver ára. Niðurstaða hans var svo eða athuganir hans var svo að ég hefði haft fulla rétt til þess hversu geðfellt sem mennum fyndist ákvörðun mín en þá var þetta þannig og það var niðurstaðan. Og þegar við horfum tilbaka þá sjáum við það að þetta hafði nákvæmlega engin áhrif sem áður hafði verið haldið fram. Fiskurinn seldist jafn vel í Bandaríkjunum og áður og ferðamennirnir, hvað gerist í því? Ferðamannastraumurinn til Íslands, hann stórjókst og ég var svona að segja í gríni, ég ætla nú ekki að þakka mér þetta einum þó ég hef byrjað hvalveiðarnar en þarna bara sást hvernig menn höfðu étið upp hver á fætur öðrum sömu vittlausuna það að þetta myndi bara þýða nánast ragnarök og heimsendi og Ísland myndi bara steipast í eilífa glötun ef að menn færu út í þessar hvalveiðar. Það reyndist allt tóm vitleysa. Og þess vegna vil ég segja bara mér finnst alveg óskiljanlegt á hverju við höldum ekki áfram hvalveiðum. Það sagt að við eigum að stunda auðlindanýtingu á grundvelli vísindalegrar nálgunar. Það höfum við gert í sambandi við hvalveiðarnar. Á hverju höldum við ekki áfram? Það ekki það. Og það er ekki hvalveiðar sem að hafa valdið neinum efnahagslegu spjöllum hér og nema síður sé. Og það eru bara öll rök sem að hníga því að þetta gildi þessi eðlilegu sjónarmið auðlindanýtingu með sjálfbærum hætti. Svo kemur tímabil þar sem voru í stjórnarandstöðu. Já, auðvitað eins og við vitum það urðu þessi miklu pólitísku þáttaskil 2009 í kosningunum þá og þá var svo sérkennilegt að Sjálfstæðisflokknum var refsað í kjölfar bankahrunsins en Samfylkingin sem hafði farið meðal annars með málefni bankan í þeirri samstjórn það bara fekk húrrandi meðbyr og félagar mín úr ríkisstjórn úr Samfylkingunni urðu bara áfram ráðherrar eins og ekkert hefði í skorist. Þetta voru auðvitað mjög erfiðir tímar. Það var auðvitað gríðarlegir erfiðleikar í efnahagslífinu hér á landi og það var auðvitað ekkert öfundsvert að reyna að stjórna landinu við þær aðstæður. Sú ríkisstjórn hins vegar, henni voru afar mislaðar hendur, svo ég reyni nú bara að tala svolítið huggulega þá, afar mislaðar hendur og gerðu mjög margt rangt. Kannski var það einna vitlausast hjá þeim að svona reyna að teygja sig út allar þorpagrundir en það var og ætla sér að reyna að breyta öllu mögulegu eins og til dæmis stjórnarskránni sem að var þeim náttúrulega sem þeim var nú ekki kápan úr því klæðinu og eitt og annað sjávarútvegsmálum og annað sem að þeir reyndu að hafa undir og svo bara mistu fótana þegar að fram í sóttu allan trúverðuleika sem að kom síðan fram í úrslitum kosninga 2016. Nei, fyrir ekki 2013 ætla ég að segja. Og þá og þannig að þeirra ríkisstjórnar verður kannski ekki síst minnst fyrir það að hafa reynt að þemja sig út víðan völl
og í staðis að svona bara leggja áherslu á tiltekin mál sem að þeir hefðu betur gert. Við förum sem sagt inn í ríkisstjórn 2016 að loknum kosningum og 2013 og þá er niðurstaðan svo að ég verð þingforseti. Ég hafði sjálfur kosið að verða ráðherra til að geta látið verkin tala. Ég hafði aldrei upplifað sjálfa mig sitjandi á friðarstóli, ég var ekki og það sem ég ætla að reyna, ég bara fyrst og fremst að reyna að miðla málum. Og það tók mér dálítinn tíma, ég skal bara viðurkenna það, að svona setja mig í þessar stellingar. Ég vil nú ekki lýsa sjálfum mér sem einhverju óargadýr í pólitík, en ég var hins vegar pólitískt dýr. Í þeim skilningi ég hafði hennar gríðarlega áhuga á stjórnmálum og mér fannst þingsalurinn var vettvangur sem ég hafði mjög gaman af að taka þátt í umræðum. En þarna var ég auðvitað svolítið að breyta nálgun minni og miklu fyrir en ég bjóst við, þá naut ég þess bara mjög vel að vera þingforseti. Mér fannst að vera spennandi hlutskipti og gott hlutskipti og áttaði mig auðvitað á því að virðulegra og mikilvægara starfin að vera þingforseti er tæplega hægt að ímynda sér þegar kemur að hinu pólitíska sviði. Og ég átti þess kost síðar að verða ráðherra á þessu kjörtímabili og ég segi það vegna þess að formaður flokksins, Bjarni Benediktsson, hefur greint frá þessu sjálfur. En ég þakkaði bara kurteislega fyrir mig og sagðist gjarnan vilja bara fá að vera áfram í þessu starfi að vera þingforseti. Og það kannski breytti manni svolítið. Það var stöðugt að leita málamiðlana, eiga gott samstarf við fólk og ég hafði svo sem átt það á margan hátt, þvert á flokka og allt það. En þarna var þetta kannski formgert með einhverjum hætti og ég hafði mjög gaman að þessu. Ég átti mjög gott samstarf við marga pólitíska andstæðinga. Og yfirleitt á ég bara góðan minningar frá þessu. Þetta voru oft erfiði tímar, þegar var verið að takast á við erfið mál og maður þurfti svona einhvern veginn að svona miðla málum og milgræðum svona í gegn málunum frá ríkisstjórninni og skapa svona einhverja ró í kringum þingi svo að það væri auðveldara að koma málum áfram. Og stundum tókst vel og stundum illa og þetta voru oft erfiðir svona einstaklingar við að eiga, ekki sem einstaklingar kannski heldur bara vegna þeirra pólitísku stöðu, menn höfðu bara þessa stöðu, annars vegar stjórnarliðar sem vildu koma málunum áfram og stjórnarandstæðingar sem vildu drepa málin eða komið veg fyrir þau yrðu að lögum eða samþykktum Alþingis. Hver eru leiðilegustu málin sem að forseti Alþingis? Já, það nú kannski svona þegar að vera að nuddast í málum og maður svona getur þetta verið þreytandi þegar líka maður veit að svona maður er að setja á svið ákveðina atburðarás og ég er ekki að gagnrýna það að því að maður veit og sjálfur hefur tekið þátt í því til að geta búa sér til einhverja stöðu en þetta er náttúrulega voðalega leiðilegt, það er leiðilegt að setja yfir málþófi. Svo má aldrei nefna orðið málþóf, það er svona einhver bannorð en ég get sagt þér það eftir allan þennan tíma í þinginu þá þekki ég alveg málþóf þegar ég sé það sko. Já, einmitt. Varstu það kjörtímabil? Hvenær hættir þessu? Svo var það bara niðurstaða mín sem ég svona smám saman komst að ég myndi vilja hætta eftir lok þessa kjörtímabils. Svo var það kjörtímabil styttra en ég hugði og í stað þess að ég myndi hætta vorið 2017 eins og ég hafði þá stemt að og ég hefði ekki látið það uppi þá hætti ríkisstjórnin þarna haustið 2016 og þar með lauk ég mínum pólitíska ferli. Þetta eru alltaf dálítil ákvörðun, ekki dálítil, gríðarleg ákvörðun þegar maður er að ljúka svona ferli. Hvernig sem maður veit í rauninni aldrei á 4 ára fresti hvort að maður eigi afturkvæmt. Maður er að eiginlega sækja vinnu til 1000 og 2000 manna og þetta auðvitað og það að fá umboð fólks til þess að vinna í þeirra þágu á löggjafarsamkomunni er auðvitað einstakt
og gerir þetta starf þingmannsins engu líkt. Maður ekki ráðinn í gegnum ráðningarskrifstofu, maður ekki ráðinn af starfsmannastjóra, maður ekki ráðinn af forstjóra. Maður sækir umboð sitt til fólks sem að maður þekkir kannski ekki neitt og náttúrulega ekki kannski, maður þekkir alls ekki neitt flestvert. Og þetta auðvitað ótrúleg forréttindi í rauninni að fá traust fólks til þess að sinna því starfi, að búa til lög og ramma utanum líf fólksins í landinu. Og það þetta sem að maður svona smám saman gerði sér betur ljóst. Og ég hugsaði þetta töluvert lengi. Ég mat það þannig og ég varð mjög þess var að ég átti bara öflugan stuðning. Það var ótrúlegasta fólk sem var að tala við mig þegar fór aðeins að líða á kjörtímabili að ég mætti alls ekki hætta og það myndi vilja hjálpa mér og styðja mig og hefði aldrei gert það kannski og myndi gera það. Þannig að það var ekki þannig að mig vantaði hvatningu öðru nær, en ég hugsaði með mér, það síðasta sem ég vil eftir aldarfjórðungs starf á Alþingi, það að lifa sjálfa mig. Og ég óttaðist það mest að næsta kjörtímabil þá væri ég ekki jafn sprækur og áhugasamur. Sérstaklega vegna þess að það hafði svona pínulítið slokknað í mér hinn pólitíski neisti við það að starfa og vera svona sitjandi að reyna að sitja á einhverjum friðarstóli sem þingforseti. Það svona fannst mér að ég væri ekki alveg sannfærður það að ég myndi hafa þennan óbilandi áhuga sem að mér finnst að þingmaður þurfa að hafa, vera tilbúin til að koma hvenær sem fram, hitta fólki sitt hvar sem og það finnst og þess vegna ákvað ég bara að hætta og ég vissi ekki hvað mín beið en hætta frekar þannig að ég færi þá sáttur og vonandi fólkið sátt við mig. Hvernig var þetta fyrst þegar þú færð á þing? Þá býður þið fram í Vestfjarðakjördæmi. Það Vestfjarðakjördæmi og svo verður til þessi mikla breyting á kjördæmaskipaninni þar sem að í meginatriðum var slegið saman Vesturlandskjördæmi, Vestfjarðakjördæmi og Norðurlandskjördæmi vestra mínus Siglufjörður. Ég var ekki hrifinn af þessu, ég náttúrulega ekki Vestfirðingur en ég átti náttúrulega ásósum rætur víða annar staðar, ég á móðurfólkið mitt úr Skagafirði og föðum fólkið mitt fram í framættir sömuleiðis, þannig ég átti heilmikla rætur þar, var þeir í sveit og var þar mikið sjálfur. En sko þannig að ég óttaði svolítið að það gæti verið erfitt að vinna með sama hætti og maður hafði gert í Vestfjarðakjördæmi þar sem að þekkti náttúrulega hvern stein og hverja þúfu og mjög margt fólk en ég var mjög fljótur að taka þetta í sátt og mér líkaði þetta gríðarlega vel. Þetta var alltaf öðruvísi, maður gat ekki auðvitað unnið þetta með sama hættu áður, maður gat ekki farið svona bæ af bæ, maður réð ekkert við það var ekki hægt, þó árin væru tvöfalt lengri, þrefalt lengri, þá dugði það ekki og þannig að það var ekkert það að ræða, það bara breytti hlutirnir og ég bara, og þetta mér fannst, það opnaði mér auðvitað heilmikla nýja sýn, margt sem ég skildi betur við þessi vistaskipti og ég get auðvitað ekki annað að vera þakklátur fólkinu í bæði Vestfjarðakjördæmi fyrst og síðan í Norðvesturkjördæmi fyrir það að það hafi trúað mér fyrir því að vera þeirra fulltrúa á sjálfu Alþingi í öll þessi ár. Hvað brann svona helst á fólkinu í Vestfjarðakjördæmi þegar þú ert að koma fyrst inn? Það sem var auðvitað langa erfiðast var það að við vorum að finna auðvitað fyrir afleiðingum af breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og henni frjálsa framsali og það var auðvitað, það hafði auðvitað gífurleg áhrif. Margt af því sem að það kallaði fram hefði að mínu mati gerst með einhverjum hætti. Bara vegna tæknibreytinga, afkastin hjá skipunum jukust og vinslunum jukust og framvegis og þetta hafði framsalið svona þær afleiðingar að fyrirtæki gátu elst en þetta hafði hins vegar neikvæð áhrif og ekki síst á Vestfjörðum og við vorum stöðugt í vörn að leita að úrræðum sem gætu hjálpað okkur í gegnum þetta og það var ekki auðvelt mál, bara þvert á móti, það var bara okkur mjög erfitt.
og ég tel að þar hafi kannski, ef eitthvað horft tilbaka, þar hefði við þurft að geta sameinast það, en það var ekki nægileg samstæða og þá ekki við eingöngu þáverandi stjórnarflokka. Það var bara ekki svona þjóðfélagsleg samstæða það að bregðast við þessum málum með einhverjum meira afgerandi hætti. Auðvitað náðum við heilmiklum árangur. Við vorum byggum til millifærslukerfi sem að miða því að reyna að hjálpa þeim byggðum sem að höfðu orðið illa úti. Og smábátakerfið sem við þekkjum í dag var auðvitað bara afrakstur þess. Við byggum til nýtt fiskveiðistjórnarkerfi, smábátakerfið, við hliðina á hefðbundna aflamarkskerfinu. Það var ekki gert átakalaust, en það tókst og það hjálpaði heilmikið. Síðan auðvitað bara hafa hlutirnir breyst og þróast. Núna er mikil bjartsýni ríkjandi bara á Vestfjörðum, svo ég tæki það nú að því þar hóf ég minn feril. Það bara ríkjandi mikil bjartsýni, þar komin heil ný atvinnugrein sem verður fyrir en síðar jafnvægi sjávarútvegsins, þar á ég við fiskeldið. Það að verða auðvitað uppbygging í ferðamálum og svo framvegis sem við höfum séð alveg gríðarlega breytingar í samgöngumálum þó að við vildum öll gera ennþá meira. En þetta segir okkur það að það verður til ný viðspyrna, en ég segi sko læra líka þessu þegar við teljum okkur þurfa að gera grundvallarbreytingar sem munu hafa áhrif, mikið þjóðfélagslega áhrif, að þá þurfum við að mæta þeim breytingum strax og það verður að vera hluti af ákvörðinu á hverjum tíma. Látum þetta vera lokaorðin í dag. Þakka þér kærlega fyrir, Einar. Takk kærlega fyrir að fá að vera hérna og taka þátt í þessari umræðu. Takk fyrir. Við höldum áfram að fá til eitthvað gesti í næstu þáttum þar sem við fjöllum 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og hvernig hún samofin 80 ára sögu lýðveldisins. Alla þættina má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum, YouTube og vefsíðu flokksins xd.is. Takk fyrir og fylgist þið með.